Komið í sæl, mér langar svolítið að skoða hérna skemmtilega vinningsskák hjá Vigni Vatnari. Hann staddur núna í Serbíu, að taka þátt í lokuðum mótum þar sem möguleiki á stórmeistaráföngum og svona fyrst og fremst bara góð reynsla og strákurinn að reyna að bæta sig, mikill metnaður, nýorðinn alþjóðlegur meistari og vil bara hamra í ofni að meðan það heitt. Hann hérna að tafli í 5. umferð við Aser Mirzoev og ég held að ég fari mér rétt að hérna Aser Mirzoev það sé frá Azerbaijan, fletti bara já, hann er frá Azerbaijan, fæddur 78, einu ári yngri ég, og mér fannst þetta bara mjög flott skák hjá Vigni. Hann hafði svart og Aser opnaði með hérna D4, riddari fyrir 6, riddari fyrir 6. Þetta svona, já, góð leikjaröð af því hún býður upp á margt. Móti C4 er hægt að fara í drottningarindur eða það er hægt að leika C5 fara í Benoni, það er hægt að leika D5 fara í drottningabráða, terras, jafnvel skipti rakásinn, alls konar. Og eftir C4 hann leikur Vignir D5, riddari C3 og teflir hérna terras C5. Eftir drepa D5, þá drepar hann hins vegar með riddara. Hann hefur verið að tefla hennan variant, það er kallað semi-terras, mjög hérna svona solid variantur á svartan, en kannski í vissu línu svona getur verið svona ákveðin þjáning, þessi svartur bara er að tefla á jafntefli, en þetta er svona ágætis nálgun að hérna bara tefla solid, tefla á jafntefli og stundum gefast líka færi bara hvítur einur og mikið. Hérna er aðalínan leika E4 og þá verða hérna uppskipti, það drepa D4 og biskup B4 skák og svo framvegis. Teflist yfir teginu svona, svartur hókar og hefur verið að leika hér og hér, eitthvað slíkt. Mirzoev hins vegar var ekki til í það og leik hérna 1-3. Þá er hérna að kaupa á D4 og svo kaupa C3. Þannig að hvítur fær hérna þessi svokallu hangandi peð eða hanging pawns sem geta verið veikleiki og sterkleiki. Það er svona ákveðin dýnamík og já, svona veltur svona á miðtaflinu hvort að þessi peð reynast styrkleiki eða veikleiki. Drottning C7 er leikurinn sem að Vignir leikur hérna, setur náttúrulega bara á þetta peð hérna og Mirzoev valdar það biskup D2 og kemur riddari D7 hjá Vigni, biskup D3, B6. Þetta er svona með hefðbundin svona úðviklun, komum mannum út hérna, eitthvað svona, stöðtur með hvítum, biskup B7, drottning E2 og biskup D6 hjá Vigni. Og biskup E4 sem er kannski ekkert svona ekkert algengast leikur vildi sett á og það var að kaupa E4 og mér skilst að þessi kaup á E4 séu nýjung, en mér hefðist mjög lógist fyrir svartan að drepa hann á E4 og mér hefðist átt þægilegt einmitt í ákveðnum strúktúrum í uppsýktabinu í frakkanum, sérstaklega það sem að hvítur hefur þessi peð hérna og situr upp með biskupinn. Þá getur orðið ákveðin leiðindi hérna á hvíturreitunum og til dæmis annarkvað hrókurinn á C8, drottning C4, riddari F6 D5. Þetta er svona típiska blokkeringar sem svartur kannski vill oft tefla upp á. Þannig að ég held að uppskipta á hvíturreitabiskup séu jafnvel svörtum bara í hag ef eitthvað er. Mirzoev ákveður leik hérna A4, þetta er svona ákveðin minnihlutará sem fer að stað með AP sem er eitt hérna á móti þessum tveimur í rauninni, við tökum bara á bílununa. Þannig að hvítur vill leika A5 hérna og reyna að búta veikleika. Annarkvæmt leikur hann A5 og drepur og þá er þetta best stakt, eða svartur drepur á A5 og þá stendur þetta peð eftir veikt. Það er það sem gerist, við skimum riddari F6, setur á dronninguna og hrókur F7. Stoppar hvítan í að leika C4, það er oft mikilvægt að hleypa þessu peð eitthvað stað. Í því felst dýnamíkin, ef að hvítur nær að koma þessu peð á stað, til dæmis hér og leika C4, þá svona stjórna hvítur reitum og það verður svona ákveðin dýnamík sem að fylgir peðunum. Leið og peði kennst ekki á C4, þá eigum við til dæmis þennan litur riddaran, getum hent dronningurinn hér, þetta skiptir
ákveðnu máli fyrir svartan að halda þessari blokkeringu. Nú missum við leikur hérna A5 og Vignir dreipur það. Og mér líst ágætlega á þetta sko, það er svona mín tilfinning hefði verið að láta svartan hvítan dreipa á B6 og hafa þetta B-peð, en það er ákveðin styrkleiki að hafa þetta A-peð í mörgum endatöflum. Og náttúrulega sérstaklega að með þetta peð kemst ekki af stað. Ef þetta peð kemst af stað þá svona horfir öðruvísi við. Þannig að eftir hrókur F7 þá blokkerar Vignir peðið hérna leikur drótting C4. Það er kaup og hrókur bara A5. Mjög mikilvægt að halda þessari blokkeringu eins og vel á hægt er. Rittarinn kemur hérna 1-4, stendur vel þar, þá getur þessi ekki fært sig, þessi er onni, sendur pressa á peð. Bara fínn leikur. G3, loftar út, biskup C7, setur á hrókin og kemur þessi A-peð af stað. Þetta A-peð er nefnilega furðu mikið tromp í mörgum endatöflum. Ef það skiptir sér bara mikið að liði, þá ég segjum bara skiptir sér bara öllu og við komum kongan eitthvað hérna fram á borðið, þá vinst þetta svartan, nýtir A-peðinu og getur svo bara allt saman hérna. Við bara í Pac-Man. Þannig að mörg endatöfla þá er fjarlægi frelsingin mjög dýrmætur. Kongur kemur F1, biskup D6. Hann undirbýr bara ídris A-peðu, heldur áfram A4. Kongur kemur á miðborðið, rökrætt taflmennska í endatafli. Kongur mun standa vel hérna á D3 þar sem að valdar mikilvæga reyti og peðið á C3. Hrókur A til C8. Biskup N1. Saman hvítur er sáttur núna við kaupin. Svarta getur dreipið á C3. Það verða henni kaup en þá fellur þetta móti. Og hvítur telur sig geta haldið því og þótt að sem er stakt peð. Við viljum skoða það svona eldsnögt hérna. Það verður einhver massi kaup hérna sem svona átti hvítur alveg verið lægi. Það er erfitt fyrir þennan biskup svona mikið að ráðast á einhverja veikleiki hjá hvítum. Og ég held að hérna hvítum er alveg vel vinna hér. Þannig að Vignir á ekkert á að drepa hérna, hann leik bara F5 og valda rittara. Er þá tilbúin í kongur D3 og tilbúin að fara fram með peðinu á kongsæk. Þetta er svona eins og eitthvað stórmeistaraskák í raun og Vignir, hann svona ok, það komið svona ákveðin pressa hérna og kannski eitthvað veikleika drottningavæng. Svona, við skulum kalla þetta veikleika, þessu veikleika C3 og þetta frípeð. Nú reynir hann svona að búa eitthvað til að kongsæk líka. Svona the principle of two weaknesses eins og það segja oft. G4, næstir með rými. Þetta er D2, þingar þetta kaupin en við sjáum að öll peð hvíts er á söfturreitum. Það er náttúrulega andstætt henni frægu Capablanca-reglu, þannig að Vignir fylgir henni og oft sem að svona endatöflur eru betri á þann sem að er að fylgja Capablanca-reglunni af því að þá heldur hann svona oft blokkeringu hvíturreitunum. Til dæmis var alveg frábært að við kemum þessu kongi henni einhvern veginn á hann D4-reit. Náttúrulega tekur full marga leiki og kannski eitthvað onni í leiðinni en kongurinn á D5 hérna var alveg frábær. Það er kannski alveg að fara að gerast en svona til að fullkomna alveg þessa blokkeringu. En Hjörvar, það er ekki Hjörvar hér, það er Vignir. Vignir leikur hérna 1-5 og já, losa sér henni sko, þetta peði bakstætt kannski smáveikleiki. Hvítur aldrei að sækja á það að einhverju viti, þetta er alltaf valda. En F5 svona losar hann þetta bakstætt peði samt og eftir kaupin þá eiginlega verður svona meira rými fyrir þennan, sækir í báðar áttir og setur meiri pressu á hann að veikleika hérna C3. Hrókur Einar 1, hrókur C5 bara valda biskupin. Hrókur A1 setur að peðið, þá kemur hérna hrókur D5 skák og svo hinn hrókurinn á C4 og svo kemur mönnunum aðeins áfram. Hérna, mér finnst þetta mjög skemmtilegt tæmmerska hjá hérna, þetta er ekki Hjörvar, þetta er Vignir. Hjá Vignir, H5, meira rýma kongsæk, hrókur C til B2, hrókur 1-4. Kongur þarf að bakka á F1 og hrókur D3. Það er svona ítir þessu smátt áfram. Kemur svona vísjara mótspili hérna, kongurinn er vissulega á 8. reitaröð en við þurfum að koma þessum inn líka og það er ekkert að takast alveg á næstunni, þannig að Vignir er ekkert að panika, leikur bara hérna H4 og já, ef hann færi þá vantar það bara ítir eins og peðinu H3 og leikur F4 og svo, eitthvað svo leiðis og þetta er alveg hræðileg veikleiki, svarta kemst eitthvað tíma inn þannig að Mirsugov ákveður að drepa hann á H4
en það er ákveðið mistök að mati tölunar og nú kemst hitpeð áfram F4 og þjarmar svolítið bæða kóngstöðunni og fær núna veikleika hérna á kóngsvæng til að leggja sér að hrókur B1 tilbaka, ákveður að hérna fara aftur í örduna, biskup D6 undirbýr eiga kannski A3 í einhverjum stöðum, hrókur einrei fá kaupin og A3 kóngur kemur aftur á miðborðið, þá sjáum við hérna fáum færi á kóngsvæng hérna eru peðundir núna, skiptir enga máli, við fáum eitthvað að þessum peðum tilbaka og svartu peðin eru mun hættulegri biskup series 5, hrókur D5 A2 hótar á þessu drottningu það er bara einleið til að vera stí, það er að skáka og fór undir peðin en þá drepið við mér á H2 og býtir fyrir peð hinum einn og nýti sér hérna taktík á hérna annar rittaröð, leikur hérna finnur 3 skák kóngur má ekki fara við borð, máti borði þannig að komur D3 og hrókur verður hann onni hérna F-peði leppur, getur ekki G3 hrókur A5 og G2 og peði verður drottningu og Asver Missöf gafst upp mér finnst þetta bara frábær skák hjá Vigni, mjög þétt sett hann örstuðt í hérna tölumatið á chess.com hann fikk 98,8 sem nánast þess að hann telt alltaf því fullkomna skák og ég ætla ekki að mótmæla því, það voru eiginlega engin mistök sem að Vigni gerði, bara frábæra telt skák og vonandi heldur hann áfram á þessari braut, þetta er fyrsta mót á 3 og hérna já, bara lítið vel út til hamingju með það sjáumst í næsta myndbandi, vonandi þessu fyrst